Velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla í kvöld eða núna ætla ég að fjalla Seðlabankann og Úkraínu og IMF, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Og það virðist vera íslenska þjóðin hefur tapað fjárræði sínu. Íslenska þjóðin ekki lengur fjárráða og við vitum að fólk sem ekki fjárráða, það í svolítið vondum málum. Og hérna svona frétt, klassísk valdstjórnarfrétt og varðveita beri traust og sjálfstæði bankans. Varðveita, traust og sjálfstæði allt mjög góð orð. Þetta einfaldlega lygi. Það sem í gangi hérna að erlent vald að yfirtaka fjárhagskerfi Íslands. Það það sem þetta snýst um. Og það ekki traustverðugt og það ekki að varðveita neitt fyrir Íslendinga og það eyðileggur sjálfstæði Íslendinga. Og núna vilja þeir þess að breyta lögunum. Það var breytt 2009. Áræðanlegi ákvarðanatöku. Þetta bara, þú veist, það þýðir náttúrulega bara alveg áræðanlegt að þeir taka engar ákvarðanir nema það hendi erlendum eigendum Íslands. Þannig að það að koma í betur og betur ljós hversu alvarleg landráð alþingismenn okkar og ráðherrar hafa framið undanfarin alveg frá seinni heimsstyrjöldinni sennilega. Þá hefur þetta fólk verið á kafi í því að hórast með þessu erlenda valdi. Síðan það náttúrulega pólitísk umræða hvort það sé vont eða gott, eða bara frábært eða vúlt. Sumir finnst bara fínt að vera í einhverjum hórdómi, sko. Það bara svona spurning, eða eins og ég segi, það bara pólitísk umræða. En hins vegar ég kannski bara að benda á ákveðnar staðreyndir, eins og ég sé þar. Það staðreynd að þetta fólk hérna, og svo voru líka að koma fram tjáningar kjarasamninga. Ég ætla nú ekki að eltast við þá frétt akkurat hér, en þið sjáu það hérna á fjölmiðlum. Það voru að tala að þeir voru að tala AGS var að tala að þeir vildu hafa kjarasamningana svona eða hinsegin. Og ég benti ykkur á hérna í síðasta vídeó sem ég gerði þetta stórfurðulega val hérna með þennan landráðamann Stefán Eiríksson sem að að vinna vondverk og innanríkisráðherra Ólafur Nordal tengd, þetta allt saman sama liðið, sko, allt sama súpan. En og þið munið að utanríkisráðherra okkar núverandi búin að vera eins og grár köttur í Kænugarði eða í Úkraínu. Og Úkraína fallin eins og Ísland. Þeir virðast vera aðeins á undan Úkraína. Þar eru Bandaríkjamenn bara að skipa fjármálaráðherra. Og þannig að við þurfum ekkert að láta það koma okkur á óvart að fjármálaráðherra verði skyndilega amerískur eða Seðlabanki verði einhver amerískur aðili. Og ég set linka að þessum greinum hérna undir, þannig að ég geti lesið þar í dítel. En núna eru menn að spá í það hvort að Soros sem að fjármagnaði, hann setti 5 billjónir, hann og fleiri setti 5 billjónir dollara í Úkraínu, þetta stabilara Úkraínu. Og ég býst við því að hann sé involveraður í Ísland líka. Og þessi verður væntanlega lénsherra í Úkraínu.
Það er verið að tala að hann verði seðlabankastjóri Úkraínu. Og ég hef farið yfir sögu Soros áður, þar sem að ég held að ég hef farið yfir í hinn stóru öfl, eða ég má ekki alveg vídeóið, þið þurfa að horfa bara á þau öll, það er farið létt með það. Að það er verið að yfirtaka lönd, sko, og Ísland er eitt af þessum löndum sem að verið er að yfirtaka. Kanamellunar okkar sem að fóru upp á völl og fjölskyldur þeirra, og þið vitið að því að tala kanamellu er ekkert endilega að tala konur, sko, það er bara þeir sem fara upp á völl og selja sig, það er í mínum huga mellur. Og þið munið þetta Marshall hjálpinni, það var svona upphafið af þessu fjármála flandröllu sem að vera að vaða yfir heimi núna. Og þessar kanamellur hafa alltaf gleypt allt sem að kemur þarna að vestan. Og sem að þýðir að það er fátt fína drætti á Íslandi. Og þessar kanamellur eru svo sem að valdstjórnin, kanamellur, ég er alltaf búið til nýnafn átalið, ég hef ekkert annað að gera. Að það er bara, það er ekki að verja þjóðarhag Íslendinga. Og við Íslendingar þurfum það annarkvort að veljum það að vera bara undir stjórn í þessu hóruhúsi, eða hvort að við viljum byggja upp land sem að er byggt á arfleið okkar sem víkingar og sem alvöru manneskjur, eða hvort við ætlum að vera svona geldingar í hóruhúsi New World Order liðsins. Ég með þessu basli mínur að reyna að fá fólk meira til þess að draga upp víkingin í sér. En þetta er svona smá spádómur í framtíðina. Ég er nokkuð viss það að við munum sjá fljótlega tilkynningar þar sem að erlendir aðilar komin í Seðlabankann eða ríkisstjórnina. Og ég vil endilega minna ykkur á að styrkja mig ef þið getið, og þakka ykkur fyrir áhorfið. Verið sæl.